Af hverju hafa konur á blæðingum? Hvað eru blæðingar? Til hvers þetta? Jú, blæðingar þegar konur skila út ákveðnu magn af blóði það bil einu sinni í mánuði úr leginn á sér. Þetta í raun, ef við horfum á þetta sem einn mánuð, meðal tíðarhingur, þetta kallað tíðarhingur, 28 dagar. Getur verið meira, getur verið minna, þetta einhvers staðar nálægt meðaltalinu. Sumar konur eru með stöðugan tíðarhing, þar að segja alltaf jafnlangan, aðrar með óreglulegan. Stelpur sem eru nýbyrjaðar á blæðingum, þá þetta oftar óreglulegt heldur en konum sem eru orðnar eldri. Þetta byrjar á blæðingum. Og fyrsti dagur í tíðarhing fyrsti dagur á blæðingum. Þá verið að skila þessu út og ég kemur aðeins í ljós á eftir hvað ég að tala um. Síðan byrjar að þroskast egg og slímhúð innan á leginu, hún þroskast. Hér, sirka á 14. degi, stundu 13. og stundu 15. getur verið aðeins fyrir þessi mörk, en býr yfirleitt í vandamál. Þar að segja frá fyrsta degi í blæðingum verður egglos. Þannig að ef ætlunin að búa til barn, þá þarf sáðfruma að vera á ferðinni einhvers staðar eftir 14. dag. Því að, og eggið, það hægt að frjóvga eggið í einhverja daga hérna og eftir. Slímhúðin, hún heldur áfram að þroskast. Þangað til hún orðið full þroskuð og ef það hefur frjóvgast egg, þá leggst það í þessa slímhúð og hún umbreytist að hluta í legköku til þess að næra fóstrið ef að konan verður ólétt. En verður konan alla jafn ólétt í hverju einasta mánuði? Nei, það gerist yfirleitt bara örfáu sinnum yfir ævina. Þannig að þessi slímhúð sem að byrjar þunn, hún verður þykkar og þykkar og þykkar og þykkar og þykkari og ef við horfum á þetta sem innan á leginu þá verður, og hvernig tíminn líður, þá verður þetta þykkar og þykkara, en hér fer þetta bara út. Því að þessi slímhúð var ekki notuð, því það kom ekki frjóvgað egg, það það sem gerist í flestum mánuðum, og þá þarf að skilja út og byrja upp á nýtt. Þannig að blæðingar eru leið fyrir legið til þess að undirbúa fyrir frjóvgað egg. Það eru ákveðin hormón sem að stýra þessu. Estrogen kemur svolítið að stað egglosinu, prógesterón kemur líka, gulbúshormón og eggbúshormón, alls konar hormón sem stýra þessu. Þannig að þetta í grunninn frekar einfalt, en það hægt að fara svo sem miklu dýpra í þetta, en ég ætla ekki að gera það í þetta skiptið.